Jæja, við erum velkomnir, svona velkomin. Við erum hérna hjá okkur með Elín. Hvað situr Elín? Hvernig situr Elín? Vertu velkomin inn. Ég er ekki vanur að ávarpa sérstaklega einhvern fundamann, en þetta er tilefni til þess. Nú, Þú mátt alveg ávarpa mig líka. Sæmundur hérna, við höfum ekki séð það mjög oft, allir réttur innan. Nei, Sæmundur er góður, það er reyndar alla sem hér eru. Hér er Hrafnkell líka, hvað er Hrafnkell? Hérna, og hvað er það? Þú kannski kynir, þú heitir? Já, Ríkharður. Já, Ríkharður hérna, og hver var svo nýr hérna? Óli hérna? Óli. Óli. Jó, við erum velkomni hérna á fræðsluföld IRA. Við erum svo heppin að hafa hjá okkur Benedikt Sveinsson, 3T. Hann, sem að segja hans frá honum, hann hefur verið handhafi leyfisbréfs númer 200. Það er fullirt, 200. Og hann hefur verið leyfishafi í nær 33 ár. Það er þrisvar sinnum 11, 33 og bæði 3 og 11 eru prímtölur, svo þetta hlýtur að vera gott. Benedikt kemur úr þekktri fjölskyldu radíóamatúra. Faðir hans var Sveinn Guðmundsson, T3SG, rafmagnsverkfræðingur sem síðar fjölskyldi T3T. Benedikt var, hann er Sveinn, Hátegsvegi. Hátegsvegi 1. Þar var stöng út í garðinn sem nágrannar hans hafði mikinn áhuga. Þetta er ekki húsum með fyrir aftan. Hann var síðar T3T og Benedikt, sá sem hér er, sonur hans, hann fékk þetta kallmerki eftir látföður síns en áður hann var kallmerki T3CY. Þetta sjáum við það langa leiðir að það er miklu flottar að vera T3T, þetta er T3CY, svo það er vel gert hjá. Bróðir Benedikts er Guðmundur Sveinsson, T3SG, það kallmerki föðursins. Frænka hans og dóttir Guðmundar er Júlía Guðmundsdóttir, T3JG, mikil radíóamatúra fjölskylda. Það kemur hérna að tæknimálunum. Þeir bræður, Benedikt og Guðmundur, þeir reka radíóstöð, amatúrstöð T3D sem skammt fyrir Stokkseyri. Þeir keyptu þetta af einhverri stöð, þetta var röð af möstum, 10 metra há, 12 metra há, með rámpum sem við lærða áttir. Þetta er rétt. Nei, allt rámt. Allt rámt. og þeir tóku yfir þetta svæði og keyptu og gerði þetta sem í prívatstöð. Komið hérna bildar og setjast framar. Og þeir eru að nota stöðuna til þess að taka nátt í alþjóðlegum keppnum og fleiri. T3D, sem ég nefndi, er fyrsta íslenska kallverki sem gerðist þáttakandi í 2FSPR-net-kerfinu, var radíóveitin virkur 16. ágúst 2022 á öllum stuðbylgjuböndunum, það er 8, 10, 40, 20, 15 og 10 metrum. Þetta er mjög vel gert. Og Benedikt hefur sinnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir félagið, sitt í stjórninni, verið meðstjórnandi, verið stöðvarstjóri hér upp í IRA, auk fjölda erinda í Skilanesi, meðal annars bara á haustmánuðum hér þegar hann talaði CQ-keppnina. Og fyrir tæknilegur bakhjarl hér fyrir okkur. Með áhuga þáttöku alþjóðlegum keppnum, þú kemst nú bráðum að þetta til það í. Og hann hefur handhafi fjölda meta hér á landi í stærstu alþjóðlegu keppnum CQ Worldwide SSB. Það sé 2018 í 80 metrum, 2021 öll bönd,
2023, Örkvönd HR 2024, 15 metrar. Geri aðri betur. Benedikt hafði fyrsta sambandið frá jörðu með endvarp frá tunglinum sem hefur haft frá Íslandi við Súlu Lím á 50 megareiðum 2010 og hann einnig með samband jörð við endurspeglar á tunglinu á 6 metrum og þá við 2.1 Jóðarót Æland og svo einhverju fleiri. Því les ég þetta allt saman fyrir ykkur. Þau með verið ljóst að þetta toppmann af Benedikt og þó menn færu hér í heiminum og miklu fjölmannari amatörfélagur höndum okkar þá finna menn ekki betri mann en Benedikt. Svo, yfir til þín Benedikt. Takk fyrir. Já, það var ábyrgis. Ég hef ekki að klappa fyrir. Jú. Sérlega fróðar eftir þetta. Mér er uppalagt að taka myndir hérna. Sko, já, ég uppalaði hérna þegar Andrés neyti mig að koma með þennan fyrirlestur. Mér langaði meira að tala um stöðuna til þrítið, en við höfum gert það hérna. En það kom tíma á að kynna ykkur aðeins fyrir henni að búið að breytast margt sem ég hélt fyrirlestur fyrir nokkrum árum. Og þessi fyrirlestur verður svolítið pínu litaðar af því að ég hef ekki verið aktífur á eða meteorskattir í nokkuð mörg ár síðan ég þurfti að rífa all loftnetarna á húsinu þegar ég bara byggði nýtt þak. Þannig að ég tók allt niður og svo kom þarna þessi stöð þarna fyrir austan og þannig að ég hef svo sem ekki mjög virkur á VHF og ofar. Þannig að en ég ætla og svo fann ég hélt þennan fyrirlestur fyrir nokkuð mörgum árum en ég fann ekki PowerPoint-skjalið þannig ég ætla að setja upp nýtt skjal. En ég ætla að setja svona ég ætla bara að tala um sem sagt við þekkjum alltaf HF-ið að við eigum auðvelt með að nota jónakólfið. Það er þessi fíni spegill með stundum sem endurkastar stuttbylgjumerkjum aftur niður. Þannig að við þekkjum það allir og það er bara eitthvað sem virkar. En það er aðeins annað mál á hærri tíðnum eins og 6 metrum og ofar. Þá fer þetta yfirleitt bara beint í gegn og beint út í geim. Þannig að við amatörur höfum verið svona tilraunagjarnir og þannig að menn hafa verið að nota ýmsar aðferðir til að hafa samskipti á þessum efri tíðnum. Og þetta er það sem ég mundi eftir í fljótu bragði. Og þetta vantar gervihnöttin. En svona í einhver svona náttúrulegu og ekki ónáttúrulegu svona sem við höfum. Við höfum tunglið. Við getum sendt merki upp til tunglsins og fengið það tilbaka. Það er að endurkasta ca. 7% af merkjum tilbaka. Við höfum þetta sem við heitum meteorskattir. Ég þekki ekki íslenskt orðið yfir þetta en þetta er þess að ég fyrir aðeins fyrir námi í þetta. Svo höfum við þetta Boreatic E. Og veit einhver hérna hvað Boreatic E er? 8-10 km hæð á bauginum. Já. Hvað er það? Já, hvað er það? Það virðist nú bara, ég googlaði svolítið og það menn eru ennþá að rífast hvað þetta er nákvæmlega. Þetta er veðurtengt, þetta er sólartengt en samt ekki og þetta er það sem við svona yfirleitt notum á 6 metrunum, við erum svona svolítið spennandi á 6 metrunum. Þetta myndar svona spegill einhvers staðar þarna og við getum haft sambönd. Ég var í Dayton á fyrirlestri hjá einum, ég held að það hafi verið Craig Thompson, KNUCT sem er svaka contest-gaur og hann var með alveg búinn að negla niður þeoríuna hvað þetta var. Svo var fyrir þennan fyrirlestur ætla ég að finna einhver rannsóknarskjöl eða eitthvað þetta og það var ekki, Viki segir bara, menn veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta er. Af því að þetta kemur ekki alveg heim og saman við sólaraktiviti, hvenær þetta er virkt. Þannig að þetta er svona, þetta er það sem notar svolítið mikið á 6 metrunum og 6 metrunum er oft kallað þetta magic band, af því að þetta er algjörlega óútreiknanlegt. Og svo erum við með eitthvað sem heitir troposcatter
og trópudökting. Við erum sem sagt svona, við erum svona óheppin hérna á Íslandi. Við erum langt frá öllu. Á meginlandi Evrópu til dæmis tíðkast mjög mikið svona vaffaðkeppnir þar sem menn eru að ná mjög langt með blöndu af trópuskatti, dökting og alls konar þetta blandar svolítið saman að menn að ná alveg fáránlega miklum vegalengdum. Þetta hérna er svolítið veðurtengt að því að trópu er veðrahvolfið og ég sýna aðeins bara svona mjög stutt sko hvernig þetta myndast og við erum yfirleitt í einhverjum svona köldu lofti, ekki vöku og þannig að þetta er eitthvað sem við sjáum eiginlega bara ekkert þetta. En svo er það annað að við höfum voða lítið prófað þetta, þannig að það gæti vel verið að það sé einhverju tímar ársins sem þetta er við. Svo eru menn að leika sig í regnskattir, það er að nota þétt ský af rigningaský og endurkast þar. Og ég hef séð þetta meira að segja það sem er að nota flugvélar sem endurkast. Þannig að það er alveg hægt að gera ýmislegt. Það er yfirleitt á 10 gígra, það er endurkast að það eru bara fínir speglar. Hérna er aðeins þetta sem heitir trópudökting og þá myndast svona algjör trekt eða dökt er bara rör sem endurkasta merkinu fram og tilbaka og það eru nokkur met sko, þetta er yfirleitt nær miðbaug sem þetta er sterkast og eins og það er einn hérna á Kanaríeyjum, Echo Alpha 8 RM, hann hefur verið að rannsaka þetta alveg greiðlega og það eru nokkur met sem hann hefur verið bara allan á síns hring með tilraunir að finna hvenær þetta opnast og hvert og þannig að hvort það verið fyrra hittifæri sem þið náðu í fyrsta sambandinu hérna, hvort það var á 2 metrunum yfir Atlantshafið í gegnum einhver svona blöndu af svona trópu. Þannig að þetta er eitthvað svona sem bara menn þurfa virkilega að liggja yfir og þetta kannski bara opið í hálftíma eða eitthvað sem myndast skilur. Og við þekkjum aðeins hérna á Íslandi þetta trópuskattir. Væntanlega munum við öll eftir þessum diskum sem voru hérna á Höfn og í Hofna og svo líka í Höfnum á hérna Rockwell, já. Og ég hef nú klifrað upp í klifrað hérna pabbi vildi fá dýból eða eitthvað þannig að hann sendi með upp, ég held að ég hefði 10 ára eða eitthvað. Ég klifraði þetta upp sko. En þetta er sem þarna voru þeir með, samkvæmt Viki voru þeir að keyra 50 kW alltaf í þessa diska, þannig að ég get ímyndað ykkur útgeisla afl frá þessum diskum. Og þarna eru þeir að nota endurkast í efri og neðri lögum í veðurhvolfinu og ég á allavega eitt samband, svona trópusamband hérna innanlands frá Höfn í Hornafirði til Eyrarbakka. Það sem ég og T3 ML töluðum saman. Við heyrðum það að það var feiting á merkinu og þannig að þetta hefur svo sem verið prófað hérna sko. Og það þarf að vera ákveðin veðurskilyrði til að þetta virki en það virðist virka alltaf öll með svona. Ég reikna með þeir geta haft sambönd sín á milli allavega svona reliable eða hvað að segja alltaf. Á hvaða bandi var þetta sem þú voru í tölugunum? Það var 2 metrum. Við vorum þar, já ég sýni ykkur loftneti, hann var með, ég veit ekki hvað afl hann var á, en þetta voru 10 elementa jakar eða meira sko, við vorum báðir. Við vorum já ég sýni ykkur aðeins bara eftir, það kemur. Hérna er regnskattir, hvernig erum við að gera þetta og svo er eitthvað sem við kemur okkur ekkert við, það er eitthvað sem heitir TEP, sem sagt Trans-Equatorial Propagation, en þá kringum miðbaug og þá togast hérna jónapólurinn upp og þá myndast einhver horn sem er ókjósulegt og þá er þetta að hafa sambönd. En þetta er eitthvað sem við getum ekki prófað, þetta er alltaf langt frá okkur. En það er alls konar svona, var ég svona þessu. Ég ætlaði svona,
en ég ætla aðalega að tala um það sem ég þekki og það er EMI og meteóskattir. Ég og það er það flestir halda að við séum að endurkasta merki frá sjálfu grjótinu eða loftsteininum eða við kallum þetta. En það er þegar að þessi loftsteinar koma inn í andrúmsloftið og þá brenna þeir upp og mynda rák. Það er væntanlega það sem við sjáum þegar við sjáum að þau brenna upp og þessi rák er jónuð og þú endurkastar bara alveg ágætlega merki og við getum allavega sem ég veit að allavega á 6 metrum upp úr er hægt að hafa sambönd í gegnum þetta á meðan þetta er að brenna upp. En þetta náttúrulega varir mjög stöðum tíma og þú getur rauninni aldrei vitað nákvæmlega hvenær þetta brennur upp. Þannig að það er ekkert annað en að senda og vona að hinn taki eftir á að merkið og svo ef hann nær að heyra í þér þá sendir hann tilbaka og svo býður þú bara eftir og vonar að einhver hafi heyrt í merkinu, heyrt í þér. En vandamáli er að því að svona loftsteinn hann brennur upp á kannski hálfri sekúndu eða brot úr sekúndu. Stundum er þetta mjög stóru loftsteinar og mynda mjög flotta rák sem rákin getur verið virki allt upp í 30 sekúndur. Þannig að í dag notum við eingöngu stafræn digital mót. Við erum síðan hönnuð í þetta og fer nánar út í það. En fyrsta skipti sem ég sá þetta gert, það var ég var nýkominn með leyfi og T3EJ, Jakob, hann býr í Noregi núna. Hann hafði metið, það voru Rauðavatni, þar sem ég var með félagsaðstöðu og þá var morsnotað og eins og þetta var gert að þá til þess að ná að senda inn kallmerkið innan við 30 sekúndum eða minna. Þá var hann með segulbandstæki, Walkman, sem var búið að breyta. Hann tók upp morsmerkið, hann kallaði CQ-T3EJ. Og svo var þetta bara að spila á SSB, en hann var búinn að setja viðnám og spila mjög hratt. Þannig að það bara bratt og sendt bara alveg út, bara ótrúlega hratt, þú gast ekki. Og þá var það, svo var bara hlustað og þá var eitt á record og þá var það hægt, þá hægði hann á því og svo ef það heyrðist eitthvað og þá skrúaði upp og þá gat hann eða hvort það var auðvitað og þá gat, við heyrðum bara eitthvað svona eins og eitt ping og svo var það hægt á því og þá gat maður lesið kallmerkið sem var sendið. Svona var þetta gert í gamla daga, bara segulbandstæki sem var þetta að hægja á og hraða upp. En núna er þetta bara stafrænt, þannig að þetta er og það væri svo sem hægt að nota moss en það er bara, hitt er miklu auðveldara. Þetta er nógu leiðilegt og hægvirt fyrir sko, því að það er erfitt að finna stein og þú þarft að senda, ég held að svona meðal tími að ná sambandi, að ná að klára að senda kallmerkið þitt og fá tilbaka og segja 73. Þetta getur tekið allt upp í hálftíma. Það sem hún sendur og býður eftir að hinna og svo lengsta meteóskattir samband sem ég hef átt, það tók 2-3 tíma. En það var líka lengsta. Það náði vel inn í Þýskalandi eða hvort það var Pólland og það var alveg mörkunum að það væri hægt. Þetta var alveg, það tók ansi langan tíma. Earth Moon Earth er síðan miklu áreiðanlegri samskiptamáti. Þetta er svo sem ekkert nýtt og tunglið er cirka, það gengur í svona ellipsu þannig að það er stundum nær jörðu, stundum fjær. Þannig að
Þetta eitthvað 252 decibel í deyfingu sem þú þarfst að vinna upp með afli, góðri hlustun, litlu suði og góðum loftmyndum. Og það náttúrulega best að ná sambandi þegar tunglið sem næst jörðu, en þó með undantekningum. Suð vandamálið og þegar þú ert að beina loftnetum, mjög stefnuvirkum loftnetum með mikilli mögnun upp í loft, að þá ef þú beinir til dæmis að sólinni þá fer mælirinn bara í S9 eða ofar og svo eru alls konar stjörnur og annað á himni sem gefa út radíóbylgjur. Þannig að það er svo búið að kortleggja þetta allt. Þannig að ef það er einhver stjörnuþoka sem er með einhverju tifstjörnu á slæmum stað og tunglið er akkurat þar, þá er það nær vonlaust. En þetta er eitthvað sem er allt svo þekkt, þannig að það þú bara slærið þetta inn í einhverja reiknivél sem við sér hann í þetta og þú færð bara út hvenær er best að hafa samband og hvenær þetta gengur ekki, hvenær er ómikið suð og þetta er algjörlega. Þannig að það er í rauninni hægt að hafa á 2 metrum og ofar, sérstaklega eins og 70 cm ofar, getur nánast haft reliable eða hvað er reliable á íslensku? Áreiðanleg sambönd í gegnum tunglið. Það sagði hennar bláðan. Það er í rauninni hægt að ná og auðvitað var bandaríski herinn og fleiri þeir voru búin að hugsa þetta sem bara voru búin að hanna kerfi til að nota tunglið sem endurkast sem áreiðanleg samskipti. Og það eru svona ákveðin vandamál og það er helst þessi Faraday rotation á merkinu og merkið, pólunum á merkinu, það kemur svona, það snýst tilbaka og frekar hægt en þannig að það er hægt að með betri búnað hægt að minnka áhrif á þessum snúning og 6 metra EMI er miklu erfiðara en til dæmis 2 metra EMI. Það er aðalega miklu meira suð og svo eru þessi skilyrði þegar F-lagið verður virkilega virkt eða þetta ES sem endurkasta merkjum niður að það náttúrulega virkar nærðu ekki í gegn. Þannig að ég veit að ég fer aðeins síðan núna því að þetta svona loftnet, svona þegar maður var yngri og var að skoða amatöurhandbókina, þá sá maður alltaf IMI og mynda þessu loftneti. Þannig að fyrir mér var þetta bara eitthvað svona fjarlægur draumur, ég pældi aldrei í þessu, ég myndi aldrei gera þetta. Þetta væri bara algjör vitleysa. Og þá var þetta alltaf morsi, en þú getur notað tal, bara ef þú ert með nægilega góðan búnað. Og það svona loftnet. En núna er náttúrulega J65 og í rauninni það sem byrjaði þetta, hann Joe Taylor, þróaði hann hafði áhuga á EMI og J65 var að þróa í rauninni eingöngu fyrir EMI til að byrja með. Og þannig að það var í rauninni, það var það sem hann ætlaði sér að skrifa eða búa til þessa samskiptaleið til þess að hafa sambandi við tunglið og svo breyttist það með fór að nota þetta á háfinu og svo var þetta hægt og þannig með FT8 og þetta kom seinna en uppalega var, þegar ég kynntist þetta þá var J65 bara á tunglinu og einhver öðru en svo var, þegar ég vildi vera að prófa J65 og æfa með því þá fór ég með það bara háfi þannig að já, ég ætla bara aðeins innglæra við meteorskattir. Það er náttúrulega auðveldast að það er náttúrulega þessar 2 stærstu drífur, loftstæðandi drífur þegar við förum í gegnum þessi belti. Það er þessi Lyrids sem er núna, hún er að byrja
og svo Perseit sem í júlí og ágúst. Allavega þessu ári, það ekki alltaf sami tíminn, það sirka bát í byrjun ágúst, en ég man alltaf eftir að vera seinna í ágúst, þannig að þetta eitthvað misjafnt, bara hvernig við förum gegnum þetta. Já, eins og sagði CW, smáflókið, það hægt, en núna notum við 86M, MSK 144 eða FSK 144 í sýningu fyrir þessu. Og vegalengdir, ég held sko svona þegar við nálgast 2800 km, það orðið mjög tæft sko, það gangi. Það alltaf, það mjög erfitt að finna stein sem eiginlega bara akkurat í miðjunni sko. Þá þarf að finna alveg réttan stein. Þegar ég segi finna þá bara prófa, kalla. Það ekkert annað hægt. Skiptir dagur eða nótt einhverju máli í þessu? Ekki þessu sko. Þetta algjörlega sko, gæti skipt máli upp á suð og sérstaklega 6 metrunum. Ef þú ert í 6 metrunum. Ég held að meturskattur sé allavega ekki vinsælt á 6 metrunum, en það alveg. Og á 2 metrunum sko, þegar þú færð góðan steina þá fer merkið bara upp í S9 sko. Það mjög. Þetta getur verið alveg. Ég man eftir þessu sko þegar ég var krakki á Eyrarbakka sérstaklega. Ég man þegar maður heyrði sko bara FM Skotland, bara heyrði bara FM-stöð kom inn. Pabbi var alltaf að sýna þetta. Hlustuðu bara kom bara FM-stöð bara Skotland inn. Þannig að en þetta þetta byrjaði svona hjá mér. Þetta IMI-ævintýri og ég var mjög góðan leigusala, Guðmundur bróðir, ég fékk að vera með loftnet í garðinum og þetta var bara ég að prófa 6 metrana, kalla bara Seku og bara SSB. Ég smíðaði hann 6 cm jakka og það bara svolítið sérstakt sem gerist og ég sagði þetta ekki tekníkt, en ég ætla aðeins að þegar þér hefur með svona horizontal póla jakka nálægt sjó, þá færðu annan jakka. Það bara, þú færð gríðarlega mikið gránginn. Það bara endurkastið frá sjónum upp, aftur tilbaka, þannig að mögnunin bara tvöfaldast. Og það nefnilega, það svona frægasti, það einn brjálaður amatör heitir Lance Collester, W6 Golf Juliet í Montana, sem var svona, fram að þessu allavega svona þegar ég að byrja þarna, þá var 6 metra IMI ekki vinsælt. Það var bara eitthvað svona fyrir einhverja sérstaka, eins og hann. Allir voru 2 metrum eða ofar. Hann sá, ég var með einhverja bloggsíðu og hann sá þessa mynd. Hann bara, herru, með jaka á 6 metrunum og hann sá, bara út frá þessu sá því, þú veist, alveg sjói þetta, hann sendi mér tölvur, sko, þetta hús þetta sjór, ég sagði þetta verið sjór. Þá var hann rosa á Vassumur og ég hefði aldrei sett upp Vaffi T eða neitt og vissi ekki hvað ég vissi ekki hvað þetta var. Hann sagði bara prófum og ég húkkaði þessu upp, hlustaði og ég díkótaði hann á tunglinu, bara í þessari stöðu sko, í garðinum. Þetta 400 metrar eða svona 300 metrar í 8 sjóhóðna sko. Og þá var ég bara svona, já, ok, þetta kannski möguleiki. Bara með einhver tölvu og ég var alveg bara ég skildi ekki því þessu. Ég náttúrulega var bara með 100 watt stöðu sko og við prófum að senda nokkur sem það gekk ekki. Þannig ég alveg það var bara sett í, típist eitthvað, alveg það var bara, ok, við skulum ná þessu. Þannig að ég fór og smíðaði aðeins lengri jaka. Við fórum út á Seltjarnes, hann Guðmundur bróðir. Þetta jakinn hann 10 element. Þessi 15 metrar langur. Og þetta var sko, þetta hékk sko, þessi jakki fór aldrei upp aftur. Hann var svo, ég held að þetta hefði verið 50 mm bóma eða eitthvað og já, með einhverja svona ég fór í Fást og keypti eitthvað plastdrasl til að staga þetta allt maður og þetta var algjör djók sko. Og svo sem sagt, svo vorum við bara ég átti,
gat fengið sko stöðunars Guðmundarlánaða og því að hann var með kvödru, hann var með rafstöð. Hann átti þarna, þannig að ég gat fara á 600 og þetta var 600 umvarlega. Og það sem eiginlega fyndnast í þetta sko er að ég tókst ekki að tengja tölvuna við stöðuna, þetta er Jesú, það er allt flókið við Jesú og einn tíma og þannig að ég held að headseti sko, mikrofóninn var bara hérna við hátalarann, þannig að þannig J-tímerki fór bara þannig í gegn sko. Mér tókst ekkert að, og ég held að við höfum handlyklana þegar J-tímerki fór að senda, hann bara handlyklana. En já, þetta er Guðmundur bróðir og þetta er pabbi T3T þá, þarna ég T3C. Og þar við tókum 3 sambönd. Þarna var fyrsta 6 metra IMI sambandi. Þetta var ekki fyrsta IMI sambandi frá Íslandi. Það hafa verið expeditionir hérna, aðalega á herriböndum eins og 70 og 23 cm. En þetta var fyrsta 6 metra. Og við hann Lance Convester, hann W6 Gold Juliet. Svo komu 2 aðrir, einhverjir alveg hjúts kanar hérna, með sýni okkur mynd af loftmyndanum. Og þetta var bara, þetta var ágæðændiri. Og hérna sýni bara aðeins að sýni ykkur þetta stagdót sem hélt þessu uppi. Það var alveg fáránlegt. Og þetta er sem sagt W7 Gold Juliet. Þetta er loftmið, sko þá var hann með 4, já þetta er 2 metra neti. Þetta eru sko 1, 2, 3, 4, þetta er vandrar 16 2 metra neti hérna. En þetta er það sem er notað á mótorleik hérna, 4, ætli við sé ekki svipað löng, bara 15 metra löng eða eitthvað, svona 10 elementa og 6 skói í Montana. Og hvernig er tíminn hjá mér? Þetta er áhugavert, alltaf. Ég á bara eitt annað samband á 6 metranum. Og ég lauk því, loftmyndi fór einu sinni upp aftur. Svo ég reyndi að gleyma að taka mynd af því, en svo nú var ég að basla við þetta á Hlíðsnesi, út á Álfsnesi. Og var búinn að var setti loftmyndu upp og það er aftur bara við sjó, fín aðstæða og ég var búinn að reyna þetta einhverja nokkra daga og það gekk ekkert og það voru skilir á 6 metranum og þetta er þeir sem ég gat með einu loftneti keypt á móti 6 metrum en svo var það ég var í sendibílnum mínum og var húkað þar inni í skulda og tunglið var alveg að setjast og munið eftir því að ég sagði ykkur að ef þið eru með svona loftnet alveg við sjó þá fáið þið alveg ekstra mikið geim en alveg niður við sjóndeildinni. Ef við teiknið þetta upp á svona típiska mynd þá kemur svona alveg löng tunga og svo komur svona 0, alveg svakalega 0 þar sem ég heyrið ekkert og þau koma svona upp. Þetta er svona útgeistlunarmyndin af loftnetunum. Þannig að eina leiðin er til þess að hafa samband, þess vegna er loftnet ekkert á neinu rótor til að lyfta upp, þegar við erum með eitt loftnet, er að hafa það alveg, hafa bara lárétt og getur eiginlega helst þá þarf tunglið að vera bara að setjast eða koma upp. Það er eiginlega eina leiðin ef þú ert með svona lítið setup. Nema að ég bara er eiginlega svona hálfpartinn að hætta og þá kemur merki. Tunglið er alveg að setjast, það er bara það er innan við gráðu, sko. Þá kemur merki og málið það ég var búinn að vera að heyra merki frá Skotlandi og bara á 6 metrum. Það var búið að vera að trufla mig sko, og einhverja kall í mig sko. Þannig að ég vissi að ég var að prófa þetta. En svo kom merki sem var pottið ekki ES, ekki sporreiting E eða neitt. Og það var frá Sulima 5RN sem er Rob. Og að finna við það sko er að hann er líka bara með eitt loftnet. Og þá var það þannig að þá var tunglið bara rétt að koma yfir, hann var akkurat á réttu stöðu þar. Og við náðum að klára þetta samband. Ég reif allt niður og fór að senda tölvupóst, was it really you? Því ég var ekki alveg að skilja þetta sko. Og þá
og þá blandaðist hann landsvið, WCG, og sem var svona, á þessum tíma þá vorum við ekki með neina vefsíðu sko, neitt svona, og það var einhver svona, vorum við með bara forrit, sem PC-forrit til að reikna á þetta, svona slegið inn sko locatorinn hjá þér og mér. Og hann fann þessa glugga, ef þú gæti sett inn sko þegar tunglið niður við 5 gráður hjá báðum og svo bara reiknar þetta, reiknar. Og þetta og við hefðum þurft að bíða í yfirlega sko 2 ár eftir svipuðum glugga. Þannig að þetta var hann algjört flúk að hann hefði verið hann í loftinu og verið að beina bara tunglið að koma upp og hann eitthvað bara hlusta og sér séku frá mér og eitthvað svona. Og það er einhverja eitt í þessu sem pirraði mig alltaf við EM og pirraði mig ennþá. Þetta er rosalega skemmtað. Það er endalaust sko tjatt sko þar sem ég er hér og eitthvað svona, allir eitthvað að tala og eitthvað svona mikið, það getum við prófa núna og svona. En þetta var ekki skemmtað. Hitt var skemmtað, þessi fyrstu 3 samböndin. Þá vissu þeir að ég væri hérna og þeir vissu hver ég var og allt það. En Rob vissi ekkert að mér hérna sko. Og ég var ekki búinn að pósta hana því þetta var, ég var að fara að taka niður bara. Ég hættur að nenna þessu og var bara að senda. Og ég var með sko ævintýralegasta magnara sem ég smíðað. Ég var með sko, ætlaði að smíða sko ég ætlaði að smíða sko 1208 magnar á 6 metrunum, en ein eining, þetta var úr 4 einingum, önnur einingin, ein einingin brann, þannig að ég víraði saman, það er mjög erfitt að kombana 3 einingar saman, þannig að ég var með einhverja magnar og svo var ég með eitthvað svona hauga kóaxlóna til að kombana þessar 3 einingar, þannig að ég náði svona 700 vettum og þetta var allt, og þetta var eitthvað svona mesta heimasmið og einingarna voru bara hérna á einhverjum kælublötum, þetta var algjört rugl sko, þannig þess nægilega bara 6 metrar, þetta var svo mikið vesen, þannig að ég á ennþá, ég á heldur flott loftnet á 6 metrar en ég geti, ég væri alveg víst til að setja upp. Og þannig að þetta er svona, þetta er svona, ef menn spyrja mig svona eftirminnast að QS og bara ever, þú veist, á HF eða whatever, þú veist, þá er þetta samband við Nýja-Sjáland á 6 metrar það er allavega svona toppurinn sko, af því þetta var algjörlega random hvernig þetta gerist. Herðu, en þetta er svo ætla ég bara Hvað er það margir kílómetrar? Já, þú veist, við viljum segja allavega í svona hlutfalli þá skipti vegalengdina milli stöðvanna yfir á bein lína ekkert svo miklu máli. Það er svona, það bættist eitthvað smá við þannig að þetta sé í Nýja-Sjálandi sko. Já, það hefur ekkert að segja með merkistyrki? Nei, það hefur ekkert að segja. Það hefur ekkert að segja. Það er bara svo lítil. 12.000 kílómetrar til Nýja-Sjálandi? Já, móti 300.000. Þannig að það er ekki. En aðstæður allavega, ef þú ert ekki með einhver svaka loftnet sem þú getur lyftu, þá er þetta svolítið vesen sko, því þú getur inni bara unnið þarna niður þegar það er svona 10 gráður sko, og svo er vandamálið við að loftneti það er þessi 0 sko, þú sér merki, svo hverfur það í svona tíma, það er það skarpa lópunar þegar þú ert alveg niður við sjó sko. Þetta er svolítið svona, herðu, en ég ætla að sýna bara. En hvað varst mikið afl þegar þú náði þessu nýjasta? Var það 700 watt eða eitthvað? Já, bara það sem ég gat sko, 700, ég held að þetta voru 300 watt einingar, þannig að jú, já, ok, ég hef kannski verið, keyrt í 900 watt sko. Það var allavega bara allt sem ég gat sko, þannig að þetta voru einhverja einingar, þetta voru svona MRF 151 einingar sem pappa hefði keypt sem ég fann einhvers staðar í einhverju drasli sko, smíðaði þetta allt maður og þessi transferur þannig að þeir senda út í opið sko, það er bara svona, þá fara þær. Ég var með BNC tengi og ég hef ekki smellt í alveg, það datt út og svo sendi ég þá bara. Þannig að það er betra að nota skrúfutengi. Þannig að þessi magnari, þetta var svona bara, þetta var algjör þetta var bara, já, sett saman bara því þetta var til og bara úr öllu sem ég fann bara, þannig að það
voru ekki eins og sömu heatsink undir einingunum eða neitt sko, svo bara einhverja viftur og það fyndi sko að ég fór ekki svo mikið að myndum, ég tók aldrei mynda af þessu magna. Ég greinlega skammaðist mig fyrir það. En svo, já, þetta svona bara, já, þetta svona típist eitthvað sem við þurfum alltaf að vera með reli, þetta er alltaf þetta helsta vesen, þú ert með preamp sem þarf að vera uppið formagnar til að vera uppið loftnet. Þannig notaði ég bara eitthvað stórt AC-reli, þetta er eitthvað svona open contact reli. Þetta virkar á 2 metrum, ótrúlega satt sko. Engin sem er svona aðeins hagræðir vírunum og svona, engin stamplíka. Þetta er til þess að formagnarinn er tekin úr sendilínunni þegar þú sendir. Og svo þar svona, þegar ég var í þessu þá var ekkert hægt að kaupa neitt tilbúið, þannig að þetta var allt eitthvað smíðað. Þannig að þetta er svona sequencer sem ég smíðaði þetta bara Arduino borð til þess að þegar þú sendir þá þarftu að byrja að taka formagnarann úr línunni, lykla magnarann og leyfa síðan stöðin að senda og svo taka þetta niður í öfugátt. Og ég var semst svona, já þarna fekk ég áhuga á 2 metrunum eftir allt þetta vesen á 6 metrunum og ég var bjó ennþá hjá Guðmundi, góður nágranni, eða góður leigusali. Þannig ég keypti þessi M2 loftnet, eða M2. Keypti hann bara lengstu loftneti sem ég fann í Mannheimahöfn, sem voru kallað 2L, eða sem 5 bylgjulengdir, svona 10 metrar löng. Og ég átti engan magnar á 2 metrunum. Þannig að ég fór upp í Kjalarnes, þar sem Henry býr. Og hann var svona, já, ég á engan magnara, en ég á þetta. Þannig að þetta var úr einhverju telefunken rannsóknartæki. Og þetta er undir þetta er lampi og eitthvað og þetta virtist vera svona nokkurn veginn á tíðinni. Þannig að ég smíðaði þennan lampavagnara. Þetta var massa smíði. Þetta er eitt af þessu stoltasta sem ég hef gert sko. Þetta er bara, það var náðast, þetta er sem hérna lampinn og þetta er svona aðlögunarrásin eða tankarrásin fyrir hann og svo er þetta bara 2 þéttar sem eru rosalega flott smíði sko. Ég náttúrulega smíðaði það ekki. En ég smíðaði allt í kring, háspennu, sökklægið og allt draslið í kring sko. Þannig að það er það sem ég gerði það. Þannig að þetta var, já, ég veit ekki hvað, hún er eitthvað, það er eitthvað myndi þetta skutin. Þetta var alveg svakalega, þetta var svona þungur sko, 30 kíló og en eini gallinn sko, ég fekk hann að lampa með, hann heitir 46000K, vantar hann tonna. Þetta er einhver spes útgáfa sem lampa. Og svo eftir að nota þennan í svolítið tíma þá fór lampinn. Og nýr lampi kostaði, eða var þetta að kaupa hann eða finna hann, þá kostaði hann $1.500. Mjög sjaldgæf lampi, það er til fullt af 46000 venjulegum lampum, en ekki þessi. Þannig að ég partaði þetta og seldi þetta. Ég er bara þjóðveri, og þetta er ennþá í notkun, veit ég. Hann átti svona lampa og hefði mikið áhuga á þessu, þannig að hann fékk stýriborðin og allt það. Og hérna er sem sagt mynd af fyrsta 2 metra setupinu mínu. Ég hef gaman að segja það að þetta ég fór í einhverja timbursölu sem séraðis í harðvið. Því ég átti ekki fíber og að því að loftnetin, það er auðveldara að vera með 4 loftnet, en að því að þetta má náttúrulega ekki vera úr leiðandi efni. Það má ekki vera í sama plani og loftneti sjálf. Þannig að ég notaði þessi eik eða eitthvað sem eru svona sköft hérna. Þannig annars trufla ég loftnetið. Þannig að maður reddaði sér bara, það var ekkert annað að gera. Ég gat ekki, það var svo erfitt að panta fíber, en venjulega er þetta gert með fíberstöngum hérna. Þetta er ennþá besta setupi sem ég hef verið með. Bara, maður reddaði sér bara, þetta hékk uppi og þoldi nú bara ágætis vind og ég þannig að já, það er smá viður. Svo bara já, svo
svo fór ég bara á og smíða hana magnar sem ég veist til sýnis þetta. Þetta er sem 1208 metra magnar. Og hérna stýrir á sig og ég ekki skoða hann bara þarna. Þetta er svona Frankenstein bild sko, en allt í lagi og ég er búinn að keyra hann í mörg ár á JT65 bara og eins og við vitum JT65 er algjör killer á bara talstöðar og magnara. Þetta er náttúrulega rosalega hátt duty-cycle. Þannig að hann hefur bara staðið sig alveg ótrúlega vel. Þannig að hann Virkar enn? Ég hef ekki kveikt á honum í nokkur ár. Nei, já. Ég sé enga ástæðu akkur hann ætti ekki að virka. Það er helst power supply sem myndi kannski. Prógrammar þetta líka alveg? Já, ég forritaði þetta þannig að ég er nú svona hobby-forritari líka. Svona pínu líka það sem ég vinn við. Þannig að þetta hefur bara virkað bara alveg, bara með svona nokkuð rétt, með svona nokkuð rétt mæling og allt sko. Og hann ver sig og svo ég prófaði þess 70 cm, já nokkuð samfleytt á 70 cm. Þetta er upp á þaki hérna þegar þá í rauninni sko, ég á bara samfleytt við einhverja stóra stöður með diska og svona, en þá var ég átti ekki, ég fekk lánaðan magnara, bara 108 magnara á 70 frá ML. Og ég með þessu lélega kapla, þannig ég var nú bara með magnaran allt hérna bara undir, bara hérna eitthvað, sett ég bara í kassa hérna, til að tapa ekki, mér vantaði formagnara, þannig að ég setti þetta bara hérna upp á þak og það hafði ég alveg slatta samböndum hérna á 70. Svo ætlaði ég að verða eitthvað stærri og keypti þetta. Þetta var keypt frá Póllandi. Þessi loftnet bara virkuði aldrei. En þarna var ég að reyna að fara í svona 4-bay kerfi þess að með 4 loftnet. Og þarna er minna vandamála þegar hérna kemur stöngin hérna 90 gráður á elementin. Þannig að það er annars léttar að vera með 4 loftnet en 2. En þetta var svona kaupir ódýrt sko. Það var ódýrt sem ég fann og það var bara virkaði aldrei. Og svo var þetta allt. Það var hérna svona leit stöðin út hjá mig, bara sequencer, magnari og bara hérna, það var svona sem ég var með þetta síðast áður en ég hætti. Rotor controller, þetta var allt svolítið svona bara, maður reddaði svo bara prentplata og eitthvað, skrúaði hérna bara á IKEA-innréttinguna, hérna. Og svo hann er hérna sequencer aðeins betur, hann er hérna, þetta er þannig að gæti ég stýrt, hann er rauninni stýrði öllu og ég gerði það þannig að ég gæti líka fjarstýrt honum, þannig að ég gæti kveikt á öllu og gæti verið í vinnunni hérna og taka ég með samband. Smá bara því að ég hef farið til Friedrichs af nokkrum sinnum, en þessi gaur hérna, hann er frægur, F5 Alpha Yankee Echo. Hann sýndi okkur hérna Guðmundi einhvern tímann hérna, hann voru með, ég nenni ekki að breyta, hann kroppar þetta, en hann var með þessar diska upp á hérna, sem getur snúið og hann var einmitt að leika sér að nota flugvélar sem endurkast. Og þrumuský og fleira sko, þannig að þetta er mjög gaman á hann sko, hann er alltaf þarna í Grímsey. Og ég fannst þetta svo sniðugt hérna, ég gerði það sama. Þetta er sem sagt hérna meteorskatterferðin til Hafnar í Hornafirði 2016. Þarna svaf ég bara í bílnum og hérna tók bæði, þarna var ég með einn af þessum 10 metra langa jaka og þarna var hérna við einhverstað niður á Höfn, fekk rafmagn á einhverjum hérna, einhverju svona lítið búð. Og þarna hafði ég slatta meteorskattersamböndum og þá var spurningin af hverju Höfn í Hornafirði. Hvað er merkilegt þar? Hafið sérlega? Út af hafnalífinu? Nei. Já, náttúrulega var tróbóskattir það. Já. Höfn er á ágætis stað því að hún er svona, miðað við svona hvað er byggð og fleira, er hún næst Evrópu. Við erum svolítið
það munar þarna, það er ekki 400 kílómetrum eða 500 kílómetrum. Og ef maður pælir í sko að ef 2000 kílómetrar er cirka gott til að ná sko þægilegt til að ná metraskattasambandið, þá erum við að ná frá Höfn sko tiltölulega létt, til dæmis Belgíu og Hollandi. Frá Reykjavík er það bara komið 2500, það er erfitt. Þannig að ef þú ferð til Hafnar, þá nærðu Belgíu og Hollandi bara tiltölulega auðvitað. Það munaði því að fara, það munaði alveg gríðarlega að fara til Hafnar og operera það. Og Óli þá hérna T3M, hann var á Eyrarbakka með sitt setup og við vorum ekki keppni en samt bara alveg óvart. Þá vorum við sett að keppa hérna við að ná sem flesta sambandum. Þetta var sett í ágúst þegar Palisades drífan var. Þetta var svona aðeins bara myndir inn í bílnum, með stuðið, kaffi og bara hérna, og þetta var allt átt að vera ógeðslega flott en var þetta ekkert flott. Ég er alveg búinn. Svo er... Nei, ég myndi ekki tíma til þess að geta fínt þannig. Já, þetta var sko, þetta var svona mjög gaman. Það var hillur og maður var með allt þarna og dekkur til að sofa í og svona. Þetta virka alveg og hérna, það er bara, þetta átti að vera eitthvað, formagnurinn átti, þetta átti að vera eitthvað miklu flottara eins og enda ég með að hengja bara relin og allt ræðslega. Þetta er svolítið svona, þetta er allt orðið miklu þægilegri í dag og við getum keypt þetta allt tilbúið núna. En þetta er núverandi það sem ég á í dag og þetta er það sem mun fara upp í sumar, bara fyrir austan. Það eru þessir svona 11 lúpujakar. Þeir eru, og nú er ég búinn að eignast svona fíberstangir. Þetta virkaði fínt, en lengri jakarnir virkuðu samt betur. En þessi net eru suðminni, þannig að það er svona, þetta snýst hitastig á loftnetinu, geinum, við erum annarkvæmt að hækka geinið eða lækka sviðið. Þannig að það er það er þetta að hanna þessi loftnet á mismunandi vegu varðandi það. Þannig að þetta snýst allt signal to noise ratio. Það er það sem bara... Þannig að ég ætla svo sem ekki að hafa þetta miklu lengra. Og bara fyrir hlusta. Já, takk. Þetta er eitthvað brasar. Þetta hefði átt að heita bara ýmislegt brasar. Nokkuð Benna fyrir þennan andrásfyrirlestur. Heiðum aftur upp að hann er toppmaður saman á þetta lítið. Aðra helgi verða vorleikar í IRA. Sem ekki á föstudaginn kemur. Hún heldur viku þaðan í frá. Ég vil ekki nefna þetta, ég vil hvetja menn til að taka þátt í vorleikjum IRA og þá getið þið, ef þið hafa ekki allt tilbúið, ein hamstöð getur dugað, en þið getur kannski fundið ánægða því að brasa og mixa eitthvað í stílu það sem Benni gerir til þess að koma dótun ykkar betur í gang. Takk Benni fyrir að taka tíma fyrir að vera með okkur. Já, ég glemdi einu. Ég ætlaði bara að leyfa ykkur aðeins þetta, sko, þetta er, hvað er ég að horfa á hérna? Já, ég er að horfa á tölvuskjá í myndtöku, já, ok. Sko, ég var meira búinn að taka þetta upp á sínum tíma, en ég ætla bara rétt, sko, þetta er svo langt vídeo, en ég ætla að sýna ykkur, sko, þetta er svona bara það sem ég var að nota, með þessa Icon-stöð. Þetta þið heyrið FSK 144 merkið, og ég er að senda. Engan á þessu. Ég var sem búinn að búa til hérna fyrirlestur á sínum tíma. Já, sendi 30 sekundur og teka móti 30 sekundur. Og þetta sem ég sjáu hérna, þetta er loftstinn. Hann kemur núna inn. Hvað er þetta, sér þau?
þetta sem sagt, hérna ekkert og svo kemur loftstreymi hérna. Aftur, komið sveig. Lárétti á sinn tími? Eða hvað? Jú, lárétti, ég sjá þetta bara hérna í liður sem spila. Ég má sjá, sem sagt, ég að senda hana. Nú byrjar að móttöku. Frá loftsteinum sem brenna upp í... Ég tók þetta vídeo svona 3-4 sinnum og heyrði aldrei neitt. Þannig svo ég gefist upp. Það kemur eitt loftsteinn hérna, en ógeðslega stuttur. Nei, ekki það. Hann þarf bara einhverja, hann þarf ekki svona mikið, hann þarf bara einhverja, kannski 1/100 eða svona 1/10 sekundu til að ná að díkvöldi. Nú sendi ég aftur. Það sjá hvað ég hérna... Þarna kom eitt, sko. Þetta var bara heyrist bara smá pínu, sko. Þannig annar? Já. Þetta var ekki gott, sko. Hann fylgdi næra hann ekki díkvölda, það verður að vera aðeins lengra. En svo, ég hélt að ég hefði átt vídeo þar sem hann fyllti alla glugga, sko. Það sem var bara stór loftsteinn sem ég heyrði... Ég held að það hafi ekkert komið meira marktækt úr þessu myndbandi. En þarna stundum þetta bara svona smá og það dugar hann til þess að díkóta. En mér sýnir sko að þetta var náttúrulega fyrir nokkuð mörgum árum, en nú þetta MSK 154, mér sýnist það að vera 15 sekundur, þannig að það er bara sent 15 sekundur og tekið mótið, það er ennþá hraðar. Þannig að það er svo sem til bóta, en það er oft sko, þú gæti þá yfir sama loftsteinn náðu að klára allavega 2 handsík sko. Þannig að þetta er svona virkandi, en þetta er gríða, þú þarft þolinmæði og ég bara eitt að lokum. Þú þarft ekki stór, þið þurfið ekkert sérstakt til þess að taka fyrsta meðvörskaftið ykkar. Vertikal dugar, þið þurfið ekkert jaka og kílówatt sko. Svo veist, í ágúst, þið bara erum á réttri tíðni og hlustið, þá munið þið heyra á Skotland. Þið munið heyra, það er svo stutt á milli, en það er ekkert mál að heyra ná Skotlandi. Og sérstaklega ekki ef þið skemmtið við einhvern, sko. Ef þið segir bara, ég ætla að vera eitthvað núna og prófa. Bara vertikall, einhver góður svona, Diamond vertikall, 100 watt, fínt. Þannig að, ok, nú er ég búinn! Benni verður fram og magnarinn hans sem sást hérna heimasmur og hann handað við súluna á bollunni. Þessum hann myndi vilja segja ykkur frá því. Kæra þær. Right.